Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Það sé bara þokkalega gott. Og mængurinn þarf að vera þar. Mjög niðarlega. Er svona vond svitalykt af mér eða? Má ég segja það þér? Nei. Er það þér? Nei, það er bara einhver afturganga hérna með svitafílu. Já. Það er nefnilega bara mjög góð lykt af þér Takk. og mjög góð lykt af mér. Já. Hérna, það Já. er svona mösk. Mér finnst gaman að þú sést að tala um lyktir. Getur þú sagt eitthvað meira um lykt? Já, ég er rosalega viðkvæm fyrir lyktum. Já. Og skrítið það, því ég var reykingamaður svo ógeðslega lengi, hvað ég finn lykt vel. Já. Og hvað hún svona, þú veist, ef ég finn einhverju lykt, hvað hún getur sett mig í svona einhvern veginn sögulegt samhengi Aha. eða fært mig til í tíma. Já. Það er til dæmis ylvað sem mamma notaði frá Fendi Aha. sem að er ekkert vinsælt í dag. En á flugstöðum í útlöndum þá fer ég alltaf að finna lyktina af þessu ylvatni, af því það er ylvatnið hennar mömmu. En ég hef samt aldrei freistað til þess að kaupa, mér langar ekkert að eiga það. Nei. En skilur, mér finnst gaman að finna lyktina og ég fer alveg bara í beint samband við mömmu þegar ég finn þessa lykt. Og í mörg ár eftir hún dó, þá var ég með peysu í fataskapnum mínum sem hún gekk mikið í og þessi lykt bjó í peysunni mjög lengi og ég tók hana stundum upp til þess að komast í samband. En finnst þér það ekki? Finnst þér ekki lykt geta fært þig stað? Það er að segja, Algjörlega. sko, þetta er eiginlega bara time travel medicine, Já. lykt, Já. tímabila. En svo merkilegt sko að ég elska lyktir á öðru fólki, en sjálf hef ég aldrei getað notað ylvötn. Er það ekki? Nei. Okay. Ég hef keypt ylvötn, alveg rosalega dýr ylvötn og geta bara notað þau einn dag og þá er ég komið ógeð. Já. Þannig að ég hef farið og leitað því þið áttuð allar einhver ylvötn sem ég fannst mjög góð lykt af ykkur. Já, sko, systir mín notaði ylvatn frá Garland sem heitir Shalimar, ég byrjaði að nota það 13 ára sjálf. Já, er það með bláum tappa? Já. Já, ég keypti mér svoleiðis, notaði einn dag. Já, Ég veit ekki hverjum ég gaf það svo. Ég notaði það alveg bara þangað til ég var fertug. Svo var hérna Body Shop, hérna Musk. Magga Ragnars notaði það held ég og jafnvel þú líka. Eða sem voru með eitthvað Dark Musk eða eitthvað. Ég gæti aldrei notað neitt af þessu nema einn dag. Nei. Þá bara fekk ég svona Já, ég skil. Þannig að, Bara alveg ógeð. þannig að mér nægja krem með lykt af. Svona bara örlítinn angan. Einmitt. Annars finnst mér ég verið eins og gestur í eigin líkama. Já. Núna bý ég til sjálf það ylvatn sem ég nota og ég nota svona hreinar jurtaolíur og nú er ég að nota vetiver sem er svona trjákvoðu olía, rosalega góð, dálítið svona þung, svona trélykt. Svo ég blanda henni saman við sandalwood og frankincense. Já. Mér finnst það svo gott og ég blanda þessu bara í svona möndluolíu og svo bara ber ég þetta á líkamann eftir stund og mótana eftir sundi eða eitthvað. Já, ég gæti örugglega gert svona og ég get notað krem sem eru með lavenderlykt og eitthvað svona, þú veist. En það eru helst svona trélyktir sem ég get notað, ekki rósalykt þó sé hátíðin í því. Já, mér finnst það leiðilegt. En finnur þú með lyktina mín núna? Finnur einhverja smálega? Já, þessi er mjög góð. Já. Þetta er blanda af sandalwood, vetiver og frankincense. Já, frankincense kemur svona, það er svona eins og leyndarmál í frankincense. Smá svona eitthvað, já. Heyrðu, þá ætla ég að koma með bók og ég er bara svo spennt að koma með hana strax. Við erum í podcastinu Á ég að hendinni. Veistu það, ég vissi ekki einu sinni, ég var búin að gleyma að varum byrjaðar að taka upp. Velkomin í hinn virðulega bókmenntaþátt Á ég að hendinni. Við stjórnvölin eru þær góðkunnu vinkonur og leikkonur Halldóra Geirarsdóttir og Steinunn Nólína Þorsteinsdóttir. Já, og þetta er svo fínt hjá okkur. Já, heyrðu, en bókin sem ég er með, ég ætla bara að byrja strax. Já.
Og ég er búin að vera að spara að koma með hana af því að það var ákveðin kafli í henni sem ég vildi finna. Og ég þurfti bara að gefa mig tíma til þess að leita á honum. Ég hélt að hann væri aftarlega í bókinni, ég komst að því hann er framalega í bókinni. En loksins er þessi bók komin og þetta er eina af þessum bókum sem ég hef ekki hent af því að ég hef haldið að börnin mín hefðu áhuga á að lesa hana. Það er Ilmurinn eftir Patrik Suskind. Vá, og við vorum að tala Ylfött. Já, þú byrjar á því án þess að vita hvað bók ég var að koma með. Já, en fyndið. Manstu hvernig var að lesa þessa bók? Hún var algjörlega, ég hafði aldrei lesið svona bók. Og ég man hvað hún togaði mig áfram og ég las hana, ég byrjaði að lesa hana í eftirmiddaginn og ég var búin með hana á hádegi daginn eftir. Ég svaf þarna einhversstaðar á milli og ég kláraði hana. Ég byrjaði að lesa hana á laugardegi. Vá! Ég var 17 eða 18 ára. Hvenær kom hún út? Sko, þessi bók prentuð 1988. Og upphafið, hvernig hann fæðist einhvern veginn þarna bara á, þú veist, eiginlega út á götu og markaði þarna, manstu ekki? Jú. Og ég man að það var svo skrítið maður að lesa þessa bók og af því að það var alltaf verið að tala lyktir, sko. En einhvern veginn náði bókin því samt að, sko, að maður fór alveg inn í hugarheiminn. Að maður gat einhvern veginn með að maður las framkalla lyktina. Svo að gera bíómynd, manstu því? Já, ég sá hana ekki. Nei, ég sá hana. Hún á mínu leyti, fyrir mína parta, náði ekki að fanga það sem að bókin gerði. Af því að bókin, einhvern veginn, þú veist, þá þurfti maður einhvern veginn að nota svo mikið ímyndunaraflið, sko. En þegar maður kom með þetta visuált, þá fjarlæðist maður lyktinni. Ég veit ekki hvernig ég útskýra þetta. Já, en þetta er frábærlega skrifað einhvern veginn. Hann, Patrik Suskind, hann leiddi mann þannig inn í heiminn að ég gat ekki hægt að lesa og þannig bækur eru ekki margar. Þú veist að það er bara að toga mann áfram. Þetta var svo, hann opnaði inn í einhvern veruleika. Algjörlega. Og hann fór inn í svo dark hluti, sko. Já, þú veist. Já, Guð minn góður þegar hann er að finna lyktirnar af konunum og ungu stúlkonum og öllu því, þú veist, og ég meina þetta er rosalega svona einhvern veginn nærgöngult. Á ekki bara að lesa kaflan sem ég fann af því ég er búin að finna kaflan sem ég vildi finna til að geta komið með bókina. Endilega. Hvað má bjóða þér að drekka, viltu kannski kaffi, vínan? Auðvitað vil ég bara kaffi. Og ég vil hellir upp og bara svona upp á gamla mótan, ekki gegnum sokk, heldur ég gegnum svona poka. Og ég vil fá rúbínkaffi. Þetta svarta sem er bara eins og atómsprengja inn í daginn. Já, ég vil milda, ég vil þetta rauða. Rúbínkaffi. 1. september 1753, þegar ár var liðið frá krýningu konungsins, efndi Parísarborg til flugeldarsýningar við Pont Royal. Hún var ekki eins tilkomumikil og flugeldarsýningin á brúðkaupsdegi konungsins eða hin sögufræga flugeldarsýning í tilefni af fæðingu erfðaprinsins, en hún var engu að síður mjög áhrifamikil. Á möstrum skipana hafði verið komið fyrir gullnum sólskífum. Af brúnni spúði svonefnd eldnaut brennandi stjörnuregni niður í ána. Og meðan tundurhylki sprungu út allt með óþolandi hávaða og púðukerlingar skutust hellulögð strætin, stigu flugeldar á loft og máluðu hvítar liljur á svart himinhvolfið. Margar þúsundir manna sem höfðu safnað saman bæði á brúnni og á bökkum fljótsins beggja vegna fylgdust með sýningunni með miklum hrifningarlátum, hrópum og sköllum. Enda þótt konungurinn hefði tekið við völdum fyrir 38 árum og vinsældir hans hefði fyrir löngu náð hámarki og væri á niðurleið, svo mikill er máttur flugeldasýningar. Grenouille, skringilega skrifa Grenouille, stóð þögull í skugganum af Pavillon de Flore á hægri bakkanum þegar gegnt Pont Royal. Hann tók engan þátt í fagnaðarlátunum og fylgdist ekki einu sinni með flugeldunum sem fóru á loft. Hann var þangað kominn að því hann bjóst við að finna þar einhvern nýjan þef. En það kom fljótt í ljós að flugeldasýningin hafði ekki upp á neitt lyktarkyns að bjóða. Allt þetta íburðarmikla samsafn af syndrandi neistaflugi, braki og blístri skildi aðeins eftir sig afar fábreytilega blöndu brennisteinslyktar, olíu og saltpétursþefs. Hann var kominn á fremsta hlunn með að yfirgefa þessa leiðinlegu sýningu og halda heimleiðis meðfram veggjum lúrsafnsins þegar vindurinn bar að vitum hans eitthvað örsmátt, varla finnanlegt,
agnarögn, ilmfrumeind, nei, eitthvað enn minna, fremur grun ilm en raunverulegan ilm og þó leið örugt hugboð áður óþekktan ilm. Hann gekk aftur upp að veggnum, lokaði augunum og þandi út nasirnar. Ilmurinn var svo einstaklega fínlegur að Grenouille gat ekki kyrrsett hann. Hvað eftir annað hvarf hann úr vitum hans, kafnaði í púðurreik tundurhylkjanna og í útgufun mannfjöldans, molnaði og máðist út í ilmhafi borgarinnar. En þá var hann allt í einu kominn aftur, aðeins smá tætla, eitt sekúndu brot af dýrleg vísbendingum angan og hvarf áður en varði. Grenouille leið kvalir. Í fyrsta skipti á ævinni var það ekki aðeins gráðugt eðligan sem varð fyrir skaphraun, heldur var það raunverulega hjarta hans sem þjáðist. Hann fékk undarlegt hugboð að þessi ilmur væri lykillinn að skipan allra annara ilmtegunda, að menn hefðu ekkert vit á ilmi ef þeir skildu ekki þennan eina ilm og hann, Grenouille, kastaði lífi sín á glæ ef honum tækist ekki að ná tökum á þessum ilmi. Hann varð að komast yfir hann, ekki til þess eins að eiga hann, heldur til þess að öðlast ró í hjarta sínu. Hún var næstum því illt af æsingi. Hann var ekki einu sinni búinn að finna það út úr hvaða átti ilmurinn barst. Oft liðu heilu mínúturnar áður en smá tætla barst aftur að vitum hans og í hvers skipti var hann gripinn hræðilegri skelfingur yfir því að hann væri aftur búinn að tapa honum. Að lokum varð honum sú örvæntingarfulla trú til bjargar að ilmurinn kæmi einhvers staðar að úr suðaustri handan fljótsins. Hann sleit sig frá veggnum á Pavillon de Flore, stakk sér inn í mannfjöldan og olboðaði sig áfram yfir brúna. Við annað hvert fótmál nam hann staðar, stóð á tánum til þess að þefa út í loftið yfir höfðumanna, varði í fyrstu af eintómum æsingi, ekki var við neina lykt, fann þó að lokum einhvern ilm sem hann teygði að sér jafnvel enn fastar en fyrr. Fann á sér að hann var kominn á sporið, stakk sér á kaf, braust áfram gegnum þvögu áglápenda og flugeldamistara sem í sífelldu báru blysín upp að kveik flugeldanna, misti í stækum púðurreiknum af ilnum sínum, var gripinn ofsahræðslu, ruddi sér leið og braust áfram, komst eftir heila eilíð að hinum bakkanum að Hótel de Mailly eða Quai Malaquest þar sem Rue du Seine byrjaði. Þar nam hann staðar, áttaði sig og þefaði. Nú fann hann aftur ilminn. Hann greip hann á lofti, eins og taumur barst ilmurinn niður Rue du Seine, svo ekki varðum vilst en samt mjög veikur og mjög fínlegur eins og áður. Grenouille fann hvernig hjartað barðist í brjóst hans og hann vissi að það var ekki af göngumæði sem það barðist, heldur hjálparvana hugaræsingu andspænis návist þessa ilms. Hann leitaðist við að rifja upp eitthvað sambærilegt og neyddist til að gefa allan samanburð upp á bátinn. Þessi þefur bjó yfir ferskleika, en ekki sama ferskleika og sítróna eða appelsínuilmur, ekki sama ferskleika og myrra eða kanill, eða krossmynta eða birki, eða kamfóra eða furunálar, ekki sama og vorregn eða vetrarvindur eða uppsprettu vatn. Hann átti einnig til hlýju, en ekki á sama hátt og hilmispera, kýprusviður eða moskus, ekki eins og jasmína og narsissa, ekki eins og rósaviður og ekki eins og sverðlilja. Þessi þefur var sambland af hvoru tveggja, af léttu og þungu og þó ekki sambland, heldur eining og þar að auki var hann óverulegur, veikur, en samt traustur og haldgóður eins og bútur af þunnu glitrandi silki og þó ekki eins og silki, heldur eins og hunangssæt mjólk sem kex leysist upp í. En þetta tvennt gat samt með engu móti farið saman, mjólk og silki. Óskiljanlegur var þessi ilmur, ólýsanlegur, á engan hátt greinanlegur og gat eiginlega ekki verið til. Og samt lá hann í loftinu eins og ekkert væri sjálfsagðara. Grenouille fylgdi honum eftir og hjartan sló kvíðafullum slögum því að hann grunaði að það væri ekki hann sem fylgdi ilminum, heldur væri það ilmurinn sem hafði klófest hann og dræja nú til sín af ómótstæðulegu afli. Hann gekk upp Rue du Seine. Enginn var þar á ferli.
Húsin stóðu auð og yfirgefin. Allir voru farnir niður af fljótinu til að fylgjast með flugeldunum. Engin óhemjulegur mannaþefur truflaði, engin römm púðurstybba. Frá götunni lagði hinn venjulega þef af vatni, skít, rottum og grænmetisúrgangi, en yfir honum sveif fínlega og greinilega taumurinn sem teymdi Grenouille áfram. Eftir nokkur fótmál hvarf dauft næturljós himinsins á bakvið háhús og Grenouille hélt áfram för sinni í myrkrinu. Hann þurfti ekki að sjá neitt. Þefurinn stýrði honum fullkomlega. Hann hafði gengið 50 metra, beygði hann til hægri inn í Rue de Marais, sem var jafnvel enn dimmari gata og tæpur faðmur á breidd. Þótt einkennlegt megi virðast magnaðist ilmurinn ekki mjög mikið. Hann varð aðeins hreinni og við það að verða stöðugt hreinni jók hann aðdráttarafl sitt svo munaði. Grenouille hélt áfram ósjálfrátt. Á vissan stað dró þefurinn hann snögglega til hægri að því virtist beint inn í miðjan húsvegg. Þar kom í ljós niðurgrafinn gangur sem lá inn í garð að húsabaki. Eins og svefngengill gekk Grenouille þennan gang á enda, gekk gegnum húsagarðinn, beygði fyrir horn og lenti þá inn í öðrum minni húsagarði og hér sá hann loksins ljós. Svæðið var aðeins nokkur fet á hvern veg og ofan á veggnum slútti tréþaks skegg skáhalt niður. Á borði undir því stóð kerti. Stúlka sat við borðið og hreinsaði sveskjur. Hún tók þær úr körfu við vinstri hlið sér, skaraði þeim stöngulinn og tók úr þeim steininn með hníf og lét þær falla niður í fötu. Hún var á að giska 13 eða 14 ára. Grenouille nam staðar. Honum var þegar ljóst hvar ilmurinn sem hann hafði fundið meira en hálfa mílu í burtu handan við fljótið átti upptök sín. Það var ekki þessi sóðalegi húsagarður, ekki sveskjurnar. Það var stúlkan. Fyrst í stað var hann svo ringlaður að honum fannst raunverulega sem hann hefði aldrei á ævi sinni séð neitt eins fallegt og þessa stúlku. Samt sá hann aðeins skuggamynd hennar aftan frá andspænis kertinu. Honum þóttu auðvitað sem hann hefði aldrei fundið lykt af neinu eins fallegu. En það sem hann þekkti ótal tegundir af mannaþef, þef af körlum, konum, börnum, átti hann bágt með að skilja hvernig svona ljúffengur ilmur gat stafað frá mannveru. Yfirleitt var lyktin af fólki ómerkileg eða ömurleg. Barnalykt var dauf, kallalykt var þvagkennd og bar keim af svita og osti, kvennalykt af þrárri fitu og úðnandi fiski. Lyktin af fólki var gjörsamlega óforvitnileg, fráhrindandi og þannig atvikaðist það að Grenouille trúði í fyrsta skipti á ævinni ekki sínu eigin nefi og varð að fá augun sér til fulltingis til að taka trúanlega þá lykt sem hann fann. Það leið að vísu ekki á löngu þar til hann áttaði sig. Hann þurfti raun ekki nema andartak til að öðlast sjónvissu og gefa sig síðan þeim mun ákafar á vald þefskynjun sinni. Nú fann hann á þefnum að hún var mannvera, fann svitalyktin af öxlum hennar og fitu þefin af hár hennar, fiskilyktin af sköpum hennar og naut þefsins til hins ítrasta. Svitin af henni angaði eins og ferskur hafvindur, fitan í hár hennar eins og sæt hnetuolía, sköp hennar eins og vöndur af vatnaliljum, húðin eins og aprikósublóm. En þegar allir þessir þættir tengdust saman varð úr þeim ilmvatn sem var svo auðugt, svo samræmt, svo töfrandi að öll þau ilmvötn sem Grenouille hafði þefað af til þessa, allar þær lyktar byggingar sem hann hafði sjálfur dundað við að skapa í huganum, hrundu til grunna í einu vetfangi. 100.000 ilmtegundir virtust missa gildi sitt andspænis þessari einu lykt, þessum eina ilmi. Þessi eini var hið æðra mið sem öllum hinum var skipað niður eftir. Hann var fegurðin í hreinleika sínum. Grenouille gerði sér grein fyrir því að líf hans hefði engan tilgang ef hann næði ekki að eignast þennan ilm. Hann marði að kynnast honum út í ystu æsar og geta greint hinstu, fínlegustu kvíslan hans. Það nægði honum ekki að minnast hans eingöngu sem samsetnings. Hann ætlaði að þrýsta eins og með stimpli
ilminum guðdómlega inn í hrærigraut sinnar svörtu sálar, rannsakan af ítrustu nákvæmni og að hugsa, lifa og lykta framvegis aðeins í samræmi við innri byggingu þessarar töfraformúlu. Hann gekk hægt til stúlkunar, nálgaðist hana smám saman, gekk undir þakskeggið og nam staðar rétt fyrir aftan hana. Hún heyrði ekki til hans. Hún var rauðhærð og í gráum ermalausum kjól. Handleggir hennar voru mjög hvítir og hendurnar gular af saftinni úr sundurskornum sveskjunum. Grenouille laut yfir hana og teygði að sér ángan hennar sem nú var gjörsamlega ómenguð eins og hann lagði frá hnakk hennar, hári hennar og flegnu hálsmáli kjólsins og lét hann streyma inn í sig eins og hægan vind. Hann hafði aldrei liðið eins vel, honum hafði aldrei liðið eins vel, en stúlkunni varð hins vegar kalt. Hún kom ekki auga á Grenouille, hún fann til kvíðakenndar, einkennilegs hrolls, líkt og þegar löngu liðin hræðsla skýtur allt í henni upp kollinum. Henni fannst sem kaldur súgur færi bak sér sem hrundið hefði verið upp hurðað risastórum köldum kjallara og hún lagði frá sér eldhúshnífinn, kippti handleggjunum að barmi sér og sneri sér við. Hún var svo stjörf af skelfingu þegar hún sá hann að hann hafði nægan tíma til að leggja hendurnar háls henni. Hún reyndi ekki að æpa, hreyfði hvorki hönd né fót til varnar. Hann horfði hins vegar ekki á hana. Hann sá ekki fínlegt frekknótt andlitið, rjóðan munninn, stór sindrandri græn augun, því hann var með sín lokuð meðan hann var að kyrkja hana og var með áhyggjur út af því einu að eitthvað af ilmi hennar kynni að fara forgörðum. Þegar hún var dáin, lagði hann á gólfið innan sveskjusteinana, reif utan af henni kjólinn og lyktarstraumurinn varð að flóði. Hún kaffærði hann í ilmi sínum. Hann þrýsti andliti sín að hörund hennar og rendi því með þöndum nösum frá kvið hennar upp að barminum, að hálsinum, að andlit hennar og gegnum hárið og aftur niður á kvið, niður að kynfærum hennar, lærum og hvítum kálfum. Hann þefaði af henni frá hvirfli til ilja. Hann safnaði saman síðustu leifunum af ilmi hökunnar, naflans og olnbogabóta hennar. Þegar hann hafði þurrausið þefinn af henni, hímdi hann stund við hliðinnar til þess að jafna sig, því hann var fleyti fullur af henni. Hann vildi ekki láta neitt af ilmennar fara til spillis. Fyrst þurfti hann að loka ramlega belgjunum inn í sér. Þá stóð hann á fætur og slökkti á kertinu. Vá. Þetta er náttúrulega algjörlega ótrúleg lýsing. Sko þýðingin er líka sko, er þetta Friðrik Rafnsson sem þýðir, en að tjekka? Kristján Árnason. Kristján Árnason. Já, pappans Tóta. Pappans Tóta. Eiginmaður Inguhildar. Óðbóðslega er þetta falleg þýðing. Wow. Það er náttúrulega bara fyrst það, sko. Mér langar aðeins bara að tala sko, þýðingar. Vegna þess að sko, ég held að fólk átti sig ekki á því hvað er rosalega mikill vandi að þýða vel. Og sérstaklega núna þegar maður veit að fullt af fólki í okkar stétt sem að les mikið inn á hljóðbókum, að nú eru fyrirtæki eins og Storytel farin að láta sko AI þýða. Og þetta er bara alveg hræðilegt. Sko, það er bara sorglegt. Það er bara sorglegt, vegna þess að þetta er alveg sérstakt fag að þýða bókmenntir. Vegna þess að fólk sem þýðir bókmenntir þarf faktist að vera skáld sjálf. Það þarf að skilja. Já, það þarf að hafa tilfinningu fyrir texta, fyrir efninu og það er svo margt sem kemur inn og það er ógeðislega illa borgað að þýða sem er alveg glatað vegna þess að þetta er alveg essential. En ég meina þessi kafli eru ótrúlega. Já, og ég man hann. Hún kemur út 88, þá er ég 20 og ég les þetta og ég man og ég hugsaði bara, ég verði að finna kaflan þar sem hann dróst áfram eftir götunum í París og ég vissi ekki... Á eftir stelpunni? Já, ég vissi ekki hvað gerðist í þessum kafla. Ég vissi ekki, ég mundi að hann hafði drepið stelpu. En ég mundi ekki að það væri þessum kafla, ég bara mundi tilfinninguna af að hafa lesið hana kafla þegar ég var 20 og ég vildi ekki koma með þessa bók fyrir ég væri búin að finna þennan kafla. Einmitt. Því að þetta er eitthvað, hann fer með mann í ferðalag þarna,
bæði bara opna inn í lyktarheima sem að ég hafði aldrei spáð og spekulera í. Þetta fjallar líka að elta einhverja löngun. Þrá og eða löngun, sko. Og myrkrið, og hann opnar inn í myrkrið, maður heldur með honum þó hann gerir svona hræðilega hluti. Og þú veist, heldur með honum, heldur ekki með honum, en samt hvernig hann afgreiðir kyrkinguna, og ég var svo snöggur að kirkjana og þegar hún var dáin, hann gerir bara ekkert úr því, það er bara ég sem sitt uppi með að hafa orðið vitni að morði. Já, nákvæmlega, sko. Það er svo magnað að ég sitt uppi með sem lesandi bara, guð mig góð, finnst mér að þetta bara allt í lagi og ég bara býtu, hann heldur svo bara áfram og hann slekkur bara á kertinu og það er bara þessi symbolismi í að slökka á kertinu og hvað hann er búin að vera lengi á leiðinni að finna hana og ilmurinn alltaf að hverfa út af því að maður veit hvernig lyktin er á gamlárskvölda því að maður þekkir þá lykt. Þetta bara finnur ekkert nema lyktin á púðurkerlingunum, sko. Og svo er einhver ángan þarna í gegn og svo hugmyndin að lyktin af hreinni mey sé það magnaðasta sem til er. Og fyrir unga mannesku eða tvítuga mig með allskyns skömm í sér og eitthvað svona, þá verður það líka, þetta fyrir ungan lesanda verður það líka eitthvað sko sem vaknar í mér með kynorkuna og svo segi ég aftur og skömmin og því ég var að lesa þetta í gær því ég loksins fann kaflan, þá hugsaði ég, það kom til mér svona tíðarblóðs, ég hugsaði, þetta pínkulítið finnst mér eins og hann sé að lýsa lyktinni af tíðarblóði. Svona, hún er svo margræð, sko. Og það svona kom til mín því ég var að lesa í gær hvaða lykt hann væri að reyna að lýsa, en samt ekki. Það er svo margt í henni, sko. Ég held að hann sé bara að lýsa ilminum af konu. Já. En í því það er sko, því að segja, það er bæði þungt og létt og þetta er eining. Þetta er bæði ferskt og þungt. Þú veist, þetta er eitthvað bara, þetta er algjör galdur, sko. Þetta er algjör galdur, sko. Og líka bara einhvern veginn fókus á þetta skilningar við nefið, sko. Þetta er einhvern veginn svo magnað. Þetta er bara allt inn í hug, ég man ekki hvar ég sá eða heyrði þetta viðtal móður sem eignaðist blint barn. Þetta var nú hvort þetta hafi verið podcast eða hvað þetta var. Ekki kötturinn að skíta í blómapottin? Jú, hann er að skíta í blómapottin. Pablo! Ég hef aldrei vitað annað eins. Kettir mín hafa gert þetta. Þannig að ég nenni ekki að láta þáttinn fjalla þetta, en kötturinn verður hálshogginn þegar þættinum er lokið. Dóra, hefur þú komið til Næs? Ég veit, hún heitir Nýs. Það er mjög næs í Næs. Það er Nýs. Já, ég veit það. Og það er næs í Nýs. Og að því að Icelandair byrja að fljúga beint síðastlið sumar, þá í fyrsta skipti í staðinn fyrir að vera búin að vera í löngu ferðalagi og drífa sig þangað sem maður var að fara. Þá sem bara eitt flug og þá vorum við nokkra daga í Næs áður en við fórum eitthvað annað í Suður-Fraklandi. En það er næs í Nýs. Og þú þarft að þrífa blómapottin. Þú þarft að setja sítrónur í blómapottin þannig að hægt að gera þetta. Sítrónur og appelsínubörk. Pablo! Hann er ekkert að hugsa. En ég ætlaði að segja, þessi kona eignaðist blint barn, blindan son. Og hún einhvern veginn instinktíft ákvað þegar hann var lítill að vernda hann ekki eins og hann væri blindur. Sérst ekki passa að raða öllum húsgögnum, stilla öllu þannig upp að hann gæti ekki slasað sig, heldur koma bara fram við hann eins og barn sem sæi. Og þessi maður í dag hleypur á hverju morgni bara út borg og bí og hleypur maraþon og fer allra sinna ferða á þess að vera með blindrastaf og svona. Hann fann upp hjá sér sem krakki að gefa frá sér hljóð, einhvers konar hljóð, og af því ég heyrði þetta, skilurðu, þá veit ég ekki nákvæmlega, þetta er einhvers konar klikkhljóð sem hann gefur frá sér og þau endurkastast
inn í umhverfið og þannig metur hann fjarlægðir við hluti, staði, fólk og svo framvegis. Þannig að hann gengur hleypur og gerir og þá veit hann hversu mikið space hann hefur í kringu sig. Í alvöru? Já, gerir eitthvað svona. Og þá finnur hann á endurkasti hljóðsins hvort hann hefur nægt pláss eða hvort að hvort að hann komin á nálægt einhverju og hann greinir, það steypa, það tré, það jarðvegur, það manneskja, það bíll, þú veist, skilurðu. Þannig að hann með fullkomin lestur og umhverfi sitt og sýn á það, á þess að sjá nokkuð skapaðan hlut. Skil magna það? Það alveg magnað. Ég að fara að leika blinda konu. Ég hef aldrei áður leikið blinda manneskju. Nei. Þannig ég fór og heimsótti stórkostlega konu sem blind, hún misti sjónina. Því ég að leika konu sem hefur mist sjónina en ekki sem fæðist blind og ég held að það sé mjög ólíkt. Já. Og hún býr í geggjaðri útsýnisíbúð. Nei. Jú. Já. Og við vorum að tala um það, ég sagði, vá, hvað það geggjað að vera blind og búa upp á 4. hæð með svona brjála útsýni. Já. Hún sagði, já. Þá ég nýti svo þegar fólk kemur í heimsókn og talar útsýni við mig. Af því hún sér mjög vel fyrir sér allt. Hún er yndislega myndlist heima á sér sem hún hefur valið eftir hún varð blind. Já, þannig að hún man hvernig það að sjá. Já, þannig að hún alveg með myndir innra með sér, sko. Já. Og Einmitt. En þannig að ég aðeins búin að vera að hugsa þetta sjónleysi og hvernig maður hreyfir sig og hversu öruggur maður í rýminu og þú veist, hvernig maður notar blindrastaf og hendurnar og handabökin. En mátt þú leika blinda konu? Getur ekki einhver orðið reiður yfir því, Dóra mín, þú að geta það þín? Er þetta ekki blindunám eins og menningarnám? Já, þú meinar. Já. Sko, nei, við getum aðeins rætt þetta, þú veist. Ég nenni ekki, við erum búin að ræða það svo mikið. Nei, ég ætlaði bara að segja, þú veist, að mín skoðun á málinu bara sú að fólk sem lærir að verða leikarar fagmennta fólk og við... Ég á örugglega eftir að klippa þetta út úr þættinum af því ég er búin að heyra þig segja þetta svo oft og ég er búin að heyra fólk segja þetta svo oft. Bara segja þér það, að ég á örugglega... En ég held að þú verði frábær í að leika þessa blindu konu. Já, ég ætla allavega að vanda mig. Auðvitað gerir það, ég meina maður gerir það. Og mér finnst þetta mjög, sko, challenging og það mun náttúrulega engin blind manneskja sjá mig gera það. Nei. En fólk sem að þekkir blind fólk mun sjá hvort mér tekst að gera það vel eða ekki. Og þú getur ekki komist hjá því að það getur vel verið einhver sem sjá myndinu muni segja einhverjum blindum frá því. Já. Og já. Og hvað varst það svona að pikka upp þegar þú heimsóttir þessa blindu konu? Varst það að fylgjast með því hvernig hún til dæmis gengur með fram veggjunum í íbúðinni? Hún alltaf með eina hendi sem snertir alla veggi. Ísskápurinn hennar samt algjört kaos, en hún samt finnur allt í ísskápnum hjá sér. Þegar hún klárar eitthvað í eldhúsinu, þú veist, hún klárar kaffi, klárar teið, eitthvað svona, hún getur ekki opnað skáp og séð hvort það búið teið eða eitthvað þegar hún fer að versla. Þá fer hún alltaf og skrifar á blindralitir hvað vantar. Þannig hún með svona ákveðnar rútínur til þess að, þú veist, allir hlutir á sínum stað. Þannig að það rosa svona, þú veist, það ekkert sem hún veit hvar allt Ég bað að spila tónlist fyrir mig til að sjá hvernig hún leitaði geisladiskum hjá sér og svoleiðis. Af því að þegar ég að leika þetta hlutverk þá þarf ég að leita að bók í bókaskáp og þá ger ég ráð fyrir að karakterinn viti hver einasta bók og búin að gera svona blindraleturspunkta á allt saman. Já, einmitt, þannig að hún getur fundið það. Já, og bara með bara innbyggt Excel-skjal yfir alla hluti í íbúðinni. Sem náttúrulega geggjað. Já, þannig ég tók eftir þessu hjá henni og og hún situr puttan hún í bollan til að sjá hvað mikið vatn þegar hún hell í glös og allt þetta. Ég vissi þetta nú, ég hafði séð þetta. Ef ekki að taka svona, mér langar allir, núna langar mig að taka svona moment og hvað það frábært að maður hafi sjón. Já, en heyrðu, ég ætla samt að segja þér áfram með þetta því ég búin að fara á einn tökudag og þá var ég að leika blinda og vorum með sólgleru og það rosalega þægilegt að leika að ég væri blind á tökustað af því að þá þurfti ég ekki verið í samskiptunni. Nei. Að ég lokaði bara augun og var bara í því að vera, þú veist, vera í tíðninni að vera blind. Þannig að ég væri svona, að því að það sem ég sé í henni, hún situr svo vel í líkamannum, að því hún ekki að sýna umhverfinu svona mikið. Nei, hún ekki að sýna sig. Að því að hún ekki að sjá aðra, þá hún ekki að sýna sig. Heldur bara situr svo vel í sér. Já. Þannig að ég var bara með lokuð augun á tökustað og var bara
Nú ætla ég bara að sitja í mér og ég bara heyri í fólki en ég ekki að sjá hvað fólk að gera. Og þá myndi ég fór á námskeið hjá honum Póli Vels á sínum tíma. Ég var búin að segja frá þessu hérna. Þegar hann batt fyrir augun á mér í sólarhring, mér fannst það alveg geggjað að vera blind í sólarhring. Eða sem láta binda fyrir augun á mér í sólarhring. Já, fyrir þá sem að vita ekki, þá sem sagt var Dóra mjög ung, þá gekk hún í sko költ. Já, ég fór í svona eins konar költ. Það var svona maður sem var guð. Og hérna við afhentum honum, við borgum svo mikið fyrir námskeið og að við afhentum honum algjörlega aleigun ykkar. Aleigu okkar og sko hann réði yfir okkar andlega þroska, þú veist, og að því vorum búin að borga svo mikið, þá náttúrulega vildum við gera það sem hann sagði okkur að gera. Að sjálfsögðu. Þannig að þegar þú borgar mjög mikið fyrir einhverja meðferð, þá auðvitað segirðu já við meðferðinni. Já, einmitt. Þá ferðu ekki að labba út og bara... Nei, búin að borga, þú veist. Búin að fá allt fyrir peningin. Já. Ég held að ég hef borgað 900.000 eða 1,2 fyrir þetta. Og þetta fyrir 28 árum síðan, eitthvað. Það var ógeðslega mikið Spáði hvað við geta keypt marga púdlhunda fyrir þessa peninga. Nákvæmlega, ég gæti verið með púdlhundaræktunarstöð. Ég veit það. Og bara hefði geta keypt mörg kyn og blandað og verið bara þú veist og jafnvel flutt út. Akkurat, þú geta Schnauzer púdl, Bulldog púdl, þú geta alls konar púdl. Já, einmitt, ef ég hefði keypt þessu. Ég er farin að mæla sko hvað ég á mikið eða lítinn pening í því hvað ég get keypt marga púdlhunda. Já, ok, þannig að við erum komið sófa sem einingu til að mæla hvað bara hlutir eru stórir. Stórir, já, og svo púdlhunda eftir hvað maður á mikinn pening. Geymir þú peningana þína í skókassa undir rúmi? Nei, það ger ég. Hvað geymir þú þá peningana? Í Íslandsbanka. Nema hvað? En þar er ég með eins og marga litla skókassa, þú veist. Ég er með skókassa til að safna fyrir sundból, eins og stakst upp á daginn að ég þyrfti að fá mér. Ég er með skókassa til að safna fyrir sundból. Það er orðið aðkallandi, bæði á eitt? Það er aðkallandi og ég sitt bara eitthvað 50 krónur á mánuði þar. Ég er að safna mig fyrir Guðbæ. Já, það er almennilegt. En þú ferð ekki að koma nefn og þú sett í nýjum sundból. Ok, þá kannski fyrir ég að bæta á sundbólsreikningin hjá mér. Talaðu við þá í Íslandsbanka. Þau hljóta sjá fram úr því að þú getur keypt í nýjan sundból. Íslandsbanki er þinn skókassi. Aha, og svo ketti í því hvort að hvernig börn haga sér. Veistu, það er ógeðslega fyndið sem ég verð að segja hérna. Vinur minn á íbúð sem hann leigir út og hann var að fá leigjendur. Og í leigjendasamningnum stendur sem að megi ekki vera með gæludýr. Svo kom beiðni frá leigjendunum. Við vorum að hugsa að fá okkur minnstu tegunda púdl og ég veit að það stendur í leigusamningum að megi ekki. Mættu við hugsanlega að fá minnstu tegunda púdl. Hér er mynd á honum. Svo sendu þau mynd af púdl sem var ekki minnsta tegundin, heldur svona miðstærða púdl. Við hliðum alveg rosalega stórri og feitri konu. Og hann sýndi fyrir þessa mynd, þetta var svo ógeðslega fyndið vegna þess að í hlutföllunum var náttúrulega hundurinn ógeðslega lítill af því þetta var svo risavaxin og stór manneskja. Bara eins og Winston sígarettupakki. Já, en þetta var bara svo ógeðslega góð leið til þess að reyna að blackmaila það að fá að taka púdl og ljúga því að hann væri lítill. Þetta var svo geggjað, sko. Heyrðu, ég með móralífur hafa ekki leyft þér að tala hvað þið finnst leikara og Nei, þú ert ekkert verið með neitt móra... Nei, ég er bara svo ánægð yfir því að þú sért að mega leika blinda konu, af því að bara faglært fólk í leiklist getur auðvitað leikið hvað sem er. Það er allavega leggur sér fram og gerir sitt besta. Ég til dæmis hefur leikið Vind í leikhúsi og bara svona varðmenn og ég hef leikið bæði karla og ég hef leikið dýr og ég hef leikið þroskahefta persónu, ég hef leikið lesbíu og allt þetta er náttúrulega bara, ég hef nauðgamanni með GSM-síma. Á leikhúsviði? Já. Og já, það var rosalegt. Þú þurfti náttúrulega ekki að gerast nauðgari til að leika það. Nei, ég bara passa að setja ekki síman upp í rassinn á honum í alvöru. Hversu stillt er það? Halldóra? Það var erfitt að stilla sig upp. Já, varstu svona oft heima svona andskotin? En það er svona staður í manni, svona myrkur, þú veist, eins og er í þessari bók, hérna, ilminn. Já, það er myrkur í okkur öllum. Við gætum öll undir einhverjum kringumstæðum orðið versta mögulega útgáfan af sjálfum okkur.
Og það líka bara, það svo mikilvægt að sætta sig við sitt innra illmenni. Já, en þeir segja að sko með ítrekuð áföll opna genetísk mengi í manni þannig og alltaf ef við verðum fyrir fleiri áföllum erfiðara að loka þessum myrku mengjum í okkur aftur, þú veist. Þess vegna eru áföll, þú veist, þess vegna bara löng áfallasaga getur sett í það mikið svona tauga ástand að þú nærið aldrei að heilast tilbaka og loka mengjunum. Það fjöldamorðingi í 30% mannkyns. Vá, Já. Það aldrei mikið. Já. Já. Og það þýðir þá að 30% mannkyns hefur hlotið svo Nei, með það gen í sér og það þarf að ítrekuð áföll til að það gen opnist aftur og ná ekki að lokast aftur. Já, svo að manneskjan, ég skilði því. Þannig skildi ég þetta Nikko útskýrði þetta fyrir mig að hann sko taugalífeðlisfræðingurinn. Ég veit að maðurinn vísindamaðurinn. Pablo! Hvað hann ekki? Hann bara búinn að fatta að blómapotturinn núna nýji skítadallurinnars. Nei, veistu, ég geti þetta ekki. Þetta svo rosalega falleg og stór planta. Já, ég veit það, en þú gerir það með því að setja grjótóni, af því kettirnir mínir hafa gert þetta. Já. Og þú þarft náttúrulega að hreinsa og þú verður að setja sítrónubörk þarna og hvítlauk jafnvel og setja grjót þarna ofan í, þannig að hann gerir þetta ekki. Okay. En nú hann bara búinn að finna þetta sem nýjan stað og þetta bara heilbrigður köttur. Já, Þannig að þetta verið í svona dalli að það frammi. Nei, ég veit það. Þetta hræðilegt til þess að vita En ég ætla að vona að þetta verður samt ekki til þess að bara börnin mín og ég förum að kúka hér í blómapotta. Nei, ég held að það má margt að dýrum læra en kannski ekki þetta. Sko munurinn á þér og honum að hann þrífur ekki eftir sig en þú þyrftir að þrífa eftir þig að þú myndir skýta í blómapotta. Ég veit það nú það sem svakalegt. Já. En heyrðu, við skulum taka pendulinn á þetta. Hvernig, á ég að henda þessari bók? Ég veit það ekki, Dóra. Já. Sko, það mætti alveg. Það er að tala um pendulinn. Ok, kæri pendull, þessi bók hafði verulega áhrif á mig og mér hefur langað öll börnin mín myndi lesa hana, en ekkert þeirra hefur gert það. Eins og svo margt. Það alltaf komið eitthvað nýtt og sjáum, ég veit ekki, kannski læti ég ætla að spyrja, á ég að henda ilminum eftir Patrik Suskind? Nei. Ok, bíddu. En á Dóra ekki bara fara með hann í skápinn út við Vesturbæjarlaugina, þar sem fólk nú bara bíður í röðum eftir bókum frá okkur. Á ég að fara með bókina í skápinn? Já, hann bara strax já. Já. Ok. Ég meina, þá þetta bara þannig. Það bara þannig. Já. Ilmurinn eftir Patrik Suskind fer í skápinn. Hann fer í skápinn. Já. Viltu vera með svona viltu lesa upphafið? Alveg blá upphafið. Lest þú það? Ok. Því ég ekkert undirbúin og þú ert betri lesari. Þú ert alltaf að segja þetta. Ég veit það því að þú ert það og mér finnst það bara gaman að hrósa. Á 18. öld var uppi á Frakklandi maður sem var í hópi allra snjöllustu og andstyggilegustu einstaklinga sinnar aldar. Og það þótt hún væri annars engan veginn fátæk af snjöllum og andstyggilegum einstaklingum. Það saga hans sem hér verður sögð. Hann hét Jean-Baptiste Grenouille og þótt nafn hans hafi fallið í gleymsku og ekki orðins langlíft í sögunni og nöfn annarra afburða snjallra fúlmenna, svo sem de Sade, Saint-Just, Foucault, Bonaparte og svo framvegis, þá það vissulega ekki því að kenna að hann hafi verið neinn eftirbátur þessara þekktari óþokka í sjálfstýrkun, mannfyrirlitningu, siðleysi eða í einu orði sagt guðleysi. Heldur af því að snilligáfans og allur metnaður var bundinn við svið sem ekki markar nein spor í sögu mannkynsins, hið loftkennda svið lyktarinnar. Á þeim tíma sem hér ræðir voru allar borgir mettar ólykt sem við nútímamenn eigum bágt með að gera okkur í hugarlund. Af götunum lagði daun af taði og mykju, upp úr húsagörðum gaus hlandfíla, úr stigagöngunum streymdi stibba af fúnum viði og rottuskít, eldhúsin önguð af úldnu káli og kindafeiti. Innibyrt loftið í stofunum var þrungið fúkkalyft, í svefnherbergjunum var á sveimi þefur af kámugum, lökum og rökum fjæðurdínum, blandaður stæk sætum ilmi hlandkoppana. Úr eldstæðunum barst brennisteinsfíla, úr sútunarverkstæðunum lútþefur, úr sláturhúsunum blóðlykt. Mannfólkið lyktað af svita og óhreinum flíkum,
Úr vitum þess gaus andremma frá skemmdum tönnum og upp frá maganum steig lauklykt, en líkamar þeirra sem voru farnir að eldast lauguðust ódaun af mygluðum osti, mjólkursýrum og bólgum. Árnar voru daunillar, torgin daunill, kirkjurnar daunillar, undir brúnum og inn í höllunum var loftið daunilt. Það stóð fnykur af bændum sem prestum, af iðnsveinum sem meistarafrúm, aðallinn lyktaði allur eins og hann lagði sig. Konungurinn lyktaði meira segja eins og óargadýr og drottningin eins og geit, sumar sem vetur. Því eyðingamætti sýklana voru á 18. öld engin takmörk sett og því var það að allri mannlegri starfsemi, hvort heldur hún miðaði uppbyggingu eða eyðileggingu, öllum hræringum gróandi lífs jafnt sem hnignandi, fylgdi einhvers konar óþefur. Þetta var nefnilega svo geggjað við þessa bók. Já. Það var þetta upphaf að átta sig á hvernig lyktin hafði verið í Evrópu í gamla daga, í borgunum í gamla daga og átta sig á þessu opna skólpi og náttúrulega þegar maður fer á ákveðna staði út í heimi þá finnur maður svona lyktir sko. Og sem minnir mig líka á hérna í kríasiglir um Suðurhöf, þá lýsir Unnur Jökulstíg sko, þau eru út á hafinu og eru að krossa Kyrrahafið í 6 vikur og þegar þau byrja að finna lyktina af landi, bara það er fyrsta sem þau finna. Við erum að byrja að nálgast land af því þau byrja að finna lykt. Einmitt, bara af mannlífinu og því sem að manneskjan hefur búið til, byggingarryk og matur og plöntur og já, ég man þegar ég sigldi þarna yfir frá Spáni til Marokkó í fyrst skipti. Ég man bara að koma í land í Marokkó og hvað var rosalega mikill nýr lyktheimur þar. Jafnvel í svona landamæraborg eins og maður kemur að þar. Það var bara einhvern veginn svona, maður var bara svona svolítið hæð. Það var svo margt að taka inn fyrir skilningavitin. Já, og ég finn bara alltaf því ég kem til Frakklands, þú veist, það eru bara lyktir sem að maður drekkur í sig og bara algjörlega, sko. Gróður og allt svoleiðis. En takk fyrir samverun í dag, elsku Halldóra. Takk sömuleiðis. Þessi fer sem sagt í Vesturbæjarlaugina, ilmurinn, fyrir einhvern að grípa. Og fyrir framtíðarlesendur. Já. Og börnin okkar, þau bara börnin mín mista af henni. Það kom einhverja bækur sem þau hafa áhuga á, Dóra. Það er ekkert í okkar verkaringarsæði sem börnum okkur bæði að lesa. Nei. Guðinn alveg. Ég ætla bara að segja við börnum, nei, verið ekki.